valdi Serbíu, flott nútíma poplag, hún flott og Serbar, ef þeir eru með góð lög, þá fara þeir áfram og þeir fara áfram. Makedónia með svona lag sem minnir mig svolítið á Robin, en hún hefur ekki verið að standa sig eins og Belgía í fyrirpartíunum, eins og frekar bara svona flöt. Þannig að ég pínur hrættur þetta verði á mörkunum, en ef hún stendur sig vel þá fer hún áfram. Jóð, rapp saman, það gerist ekki betra, þetta er Eurovision. Þetta myndum við ekki heyra á Rástvö eða Bylgjunni, þetta gerist bara Eurovision. Rúmenía, áfram, takk fyrir. Holland, þetta valdi ég vegna þess að ég elska rapp þegar margir koma saman og gera fallega rappútsetningana og þær eru mjög flottar og eru live. Þetta er fyrsta grúpan sem vinnur The Voice í heiminum. Svo valdi ég Írland. Það er eitt af þessum ballöfum sem ég held að ef hann syngur þetta vel, þá mun hann fara áfram. En hann hefur ekkert verið að standa sig vel í fyrirpartíunum. En við sjáum til. Ég fílaði þetta við fyrstu hlustun og við sjáum hvað gerist. Lag númer 6, Noregur. Það eru okkar frændur í Noregi. Undankeppnin var frekar dapur fannst mér í ár. En þetta lag var bara nokkuð gott og var eiginlega besta lagið. Og ég held vegna þess að undankeppni 2 er bara frekar léleg finnst mér. Það eigi eftir að fljúga áfram og vona það besta fyrir okkar vini í Noregi. Ég veit að þið ekki eftir að trúa en ég segi Sviss næst. Þetta lag er búið að vera lengst í spilum og þetta I Follow You Apollo er bara fast í haustum á mér og þetta er góður húkur en þetta er náttúrulega eitt af lögum sem getur líka lent í neðsta sæti en við sjáum til. Búlgaría. Þessi gaur á eftir að vera óvalega. Sérstaklega. Bara veðbankanisbúinni og líka hann er flott strákur, hann er búinn að standa sig vel í fyrirpartíunum og það eru margir að spá í að því að Rússar eru ekki að leggja þátt að það gæti valdið því að margir kjósa Búlgaríu. Ég veit ekki hvað er til því en hann verður í topp 5 spá ég. Ísland er næsta blaði hjá mér. Þetta er eitt af þessum lögum sem er svo gamaldags en bara virkar. Þetta minnir mig svolítið á hann á danska lagið In a Moment Like This sem mér fannst bara glata en svo bara var það yndislegt og virka á sviði var mjög klísjukennt en virkaði og þetta virkar fyrir mig. Síðasta landið finnst mér svona flottasta danslagið, hann er geðið sexy og drottlegt og ég hef ekki ágjur í Ísraelin þegar ég verða með flott sjó en þetta er ekki besta lagið sem Ísraelin hafa gert með það skótt búið miklu betri en ég spáði þegar Ísraelin fer áfram. Þá erum við búin að fara við bæði undankeppni 2 og þetta var örugglega eftir að breytast en ég verða með alls konar pistla framöndan og mun fylgjast með og hann að reyna að gera þetta best því alltaf Eurovision, Euroflossi þangað til